höldum áfram með föstudagsþáttinn sem við tökum upp hérna í Pakkhúsinu á Akureyri. En það eru sestar hérna hjá mér tvær ungar konur sem starfa hjá UNICEF. Velkomnar. Takk. Þið eruð í kynningarherferð á Norðurlandi núna. Já. Eru til að byrja að segja mér aðeins bara frá UNICEF, þessum samtökum? Já, UNICEF er barnahjálp Sameinuðu þjóðanna og þetta eru í raun og veru stærstu barnahjálparsamtök í heimi. Og við erum starfandi á vettvangi alveg yfir 190 löndum. Og samtökin voru stofnuð eftir seinni heimsstyrjöld og áttu þá að vera verkefni sem áttu að halda utan börn, bara við lok stríðsins. En þörfin er mikil þannig að UNICEF er ennþá til og samtökin hafa stækkað og stækkað. Og er ýmislegt sem við erum að sinna. Við erum að sinna heilsugæslu, við erum alltaf að sinna menntaverkefnum, neyðaraðstoð, núna síðast í Nepal eins og fólk kannski man eftir og svo eins að vera áfram á svæðum eftir að kannski fjölmiðlaathygli er farin af svæðunum að vera þá áfram til staðar. Vitið þið hversu lengi samtökin eru búin að vera starfandi á Íslandi? Síðan 2004. Já. Íslandsdeildin var stofnuð þá. Já. Og hvaða verkefnum sinnir þessi Íslandsdeild? Ertu þá að tala á Íslandi? Já, eða starfsemin hér. Eru það bara sjálfboðaliðar sem fara út? Hvað? Hér á Íslandi við erum með skrifstofu fyrir sunnan og þar er fólk sem er að skipuleggja herferðir. Við erum að sinna réttindagæslu á Íslandi og höfum meðal annars verið að kanna réttindi fatlaðra barna núna undanfarið. Við erum Já, það er ýmislegt í gangi, en náttúrulega önnur verkefni sem við erum að sinna á Íslandi en í Eþíópíu og Suður-Súdan, þú veist. En í þessum 190 löndum eru verkefni sem verið að sinna. Hér hefur til dæmis verið búið til spil þar sem sem byggir á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og gera börnum sem sagt grein fyrir réttindum sínum með því. Þú hefur spilað það ekki? Já, við spilum það í vinnunni einhvern tímann og þá var þetta svona þannig drógum öll eitthvað hlutverk. Eins og ég fékk eitthvað stelpa sem vinnur í sweatshop í Marokkó og síðan þá var einhver sem fékk prinsessa í Svíþjóð og síðan var sagt já, þú mátt fara ein út að labba á kvöldin og þú mátt fara í skóla, eitthvað svona og síðan bara eftir 2 mínútur þá voru einhverjir komnir bara mikið lengra í lífinu einhvern veginn. Já, þið tókuð á skref fram á við. Já, tókuð skref eftir hverju réttindi sem fengum. Þannig þetta gerði manni gett auðvitað grein fyrir því hvaða er öðruvísi fyrir börn á mismunandi stöðum í heiminum. Sniðugt. En þið, hvernig komuð þið inn í þessa starfsemi? Ég var sjálfboðaliði á Indlandi í fyrra og hef mikinn áhuga á mannréttindabaráttu Tíbeta. Þannig ég hef verið að vinna hjá tíbeskum samtökum og þá í raun og veru kviknar svolítið áhugi minn fyrir alvöru á þróunaraðstoð og þróunarmálum og ég hafði alltaf haft áhuga á velferðarmálum en þá í raun og veru fara allar ritgerðirnar mínar í heimspekináminu sem ég var að klára núna að snúa að þessu skyldum gagnvart fátækum, þú veist, hverju bera ábyrgð og svo framvegis. Þannig að ég í raun og veru dett bara inn hjá UNICEF þegar ég klára heimspeki núna í vor. En þú? Já, þetta var eiginlega bara fyrir reglulega tilviljun að ég byrjaði að vinna hjá UNICEF en ég var í desember í fyrra. Það var vinkona mín sem vinni hjá UNICEF, var að segja að þau væru að ráða. Þannig ég bara ákvað að sækja og fekk vinnuna síðan í símaverunni þá fyrir sunnan og síðan þá bara þegar maður byrjar að vinna þarna þá færir maður eitthvað svo mikinn áhuga og það er allir svo jákvæðir og hafa svo mikla trú á þessu og síðan þá var mér bara sagt að það væri svona herferðin á Akureyri í sumar og ég bara ákvað að taka þátt í því líka. Frábært. Og í þessari herferð, hvernig er þessu háttað og hvernig finnst ykkur fólk svona taka ykkur? Það hefur eiginlega komið okkur á óvart bara hvað fólk er að taka okkur ofboðslega vel og við erum búin að eiga mjög mörg rosa góð spjöll og alveg ótrúlega inspírerandi og það er svona kannski helst veðrið sem er búið að setja strikið en blautt blöð sem maður reyna að skrifa og tauma niður hálsmálið en fólk er einhvern veginn feimin elskulegra og við eins og Grenivík þá fórum við heim með fulla vasa af kleinum og gaman líka bara að hitta börn við það sem eru þá að spyrja okkur að þekkja UNICEF sem manni finnst alveg magnað af því að ég veit það ekki, til dæmis Audrey Hepburn sem er eftir síðari heimsstyrjöldina í Evrópu hefur talað blái liturinn tákni alltaf eitthvað gott, það var að koma matur og maður velta fyrir sig af hverju börn hér þekkja okkur flest hver
en það náttúrulega kannski einhver í fótbolta, þá það Messi, þú veist, þeir vita fyrir hvað við stöndum. Já. Einhverjir hafa sagt, já, ég fekk sanna gjöf í jólagjöf og þú veist, finnst það æðislegt, þú veist, þó að sé ekki þá hlutlæg úr pakki einhvern veginn, þannig að þetta er búið að vera bara alveg ótrúlega skemmtilegt sumar. Frábært. Þið eru með hérna einhverja hluti hérna á borðinu sem er svona það sem UNICEF er að nota til þess að hjálpa. Já, Ertu til í og þið að segja mér aðeins frá þessu? Já, algjörlega. Til dæmis bara þetta hérna. Þetta er sem sagt það sem er notað til að athuga hvort að börn séu með bráðavannæringu og á bara síðasta ári þá fengu 60.000 börn í Suður-Súdan sem sagt meðferð við bráðavannæringu frá UNICEF og þá er þetta í raun og veru upphandleggurinn sem við erum að setja sem sagt hér inni og svo er notuð vigt og ef það er komið á þetta rauða svæði þá er nokkuð ljóst að þau eru haldin bráðavannæringu og þá er það sem við gerum að við gefum þeim svona vítamínbætt jarðhnetumauk sem að kostar 56 kall pakkin og við erum með birgðagáma víða í heiminum þannig að við erum yfirleitt líka að skapast neyðarástand, fljóta að bregðast við, það er auðvelt að stafla þessu og fá 3 svona pakka á dag í 3 vikur og þá í raun og veru eru þau komin yfir hjallan þú veist að það skiptir svo miklu máli að gefa þeim gott start inn í lífið þannig að þetta sé ekki einhver varanlegur skaði sem þau eru að verða fyrir. Og til að mynda heimsforeldri með sko reyndar alveg ágæta upp á 3 og 5 á mánuði er þá að bjarga einu barni á mánuði 12 á ári frá bráðavannæringu þannig að við erum að bjóða fólki sko að koma með okkur og gerast svona heimsforeldrar og taka þátt í þessari baráttu fyrir börn. Þannig að, já. Og heimsforeldri, það er eitthvað sem að maður getur bara farið inn á heimasíðuna hjá okkur eða hringt í ykkur og skráð sig? Já, algjörlega. Það er hægt að skrá sig við eftir nokkur hverfi líka á Akureyri. Erum að fara í Glerárhverfi í dag og ekki Nausthverfi í næstu Nausthverfi eftir líka. Og þið bankið bara upp á? Við bankum upp á, já. Og eins þú veist, svo eru náttúrulega margir í sumarlegum og svona þannig að ef að fólk hefur ekki verið heima þegar við höfum komið við, bara endilega að fara á síðuna og tékka á þessu. Það er svo magnað hvað er hægt að gera. Já, því við erum hérna líka með vatnshreinsitöflurnar, þú veist. Ein svona tafla er í raun og veru að hreinsa sko 4-5 lítra af vatni, kostar innan við krónu. Þannig að heimsforeldri með 1000 kall á mánuði er að ná að hreinsa fyrir það 6.000 lítra af vatni á mánuði og það eru ansi margir sem er hægt að bjarga frá niðurgangi eða einhverjum faraldrum sem oft breiðast út bara út af óhreinu vatni. Þannig að maður eiginlega svona á erfitt með að tengja við það sko því manni finnst þetta ekki vera háar fjárhæðir. Já, og sérstaklega í flóttamannabúðum það er eiginlega ekkert vatn og það er svo mikilvægt að koma upp sturtum og salernum og eitthvað svona og þá sé hreint vatn og þá er svo mikilvægt að hafa þessar töflur. Algjörlega. Þú varst að klára bara framhaldsskóla, ekki satt? Er þetta eitthvað sem að þú hefur hug á að starfa við? Já, ég er rosalega týnd í lífinu eins og ég samt veit ekkert hvað ég er að fara að gera. En já, þetta er alveg eitthvað sem ég gæti hugsað mér að gera, sko. Kannski ekki fyrir árið síðan, en einhvern veginn þegar maður byrjar að vinna við þetta, þá getur maður ekki hætt. Og ég held sko að þetta er einmitt þannig starf, þú heldur ekki áfram í því ef þú hefur ekki einlægan áhuga og trúir ekki á það sem þú ert að gera. Þó ekki kannski blindni, við erum til að mynda mjög gagnrýnar á það sem við erum að gera og spjallum mjög mikið saman svona hvernig gengur og hvað við mættum gera betur og svo framvegis. En ég held að það sé alveg krúsjál að sko hafa áhuga og hafa trú á því sem maður er að gera. Og náttúrulega frábært þegar maður fær það staðfest sko með skýrslum eins og varðandi menntun, þú veist, það hafa aldrei fleiri börn verið í skóla í heiminum, þannig að það er alveg ótrúlegt hvað árangur hefur náðust á sama tíma og maður er að fá sjokkerandi tölur mitt úr flóttamannabúðum núna eins og til að mynda í Líbanon þar sem að sýrlensk börn alveg var að koma hræðileg skýrsla út núna og búin að vera heimildarmyndir á RÚV líka, fólk kannski farið að þekkja til en 80% barna sem eru ekki að hljóta menntun núna þar og þetta eru börn sem eru þá að fara í barnavinnu fyrir smánaleg laun og eru að vinna oft með eitruð efni, langir vinnudagar. Þannig að við höfum svolítið áhyggjur til að mynda af sýrlenskum börnum þessa dagana því að þau munu síðan byggja upp landið og það er svolítið hættulegt þegar brotin börn sem hafa farið á mismenntun sko fara að byggja upp svæði. Þannig að það gengur vel en þörfin er samt sem áður til staðar sko. Fyrir þá sem að myndu vilja leggja UNICEF lið, það eru svona nokkrar mismunandi styrkta leiðir. Já. Þetta er alltaf heimasíðunni? Þetta er alltaf heimasíðunni, já. Það er hægt að gefa frjáls framlög alltaf á heimasíðunni bara
bara við og við einhvern veginn. Já, svona stakan styrk. Já, og síðan líka náttúrulega hægt að skrá sig sem heimsforeldri. Sem alveg magnað, það í raun og veru sko, þannig getum við skipulagt starfið okkar svolítið fram í tíman og til að mynda alltaf átt neyðarsjóð eins og núna síðast í Nepal og verið bara klukkutíma, 2 tíma á svæðið af því að fyrstu tímarnir eftir að neyðarástand skapast og svona upplausnarástand eru svo ótrúlega mikilvægir. En svo er náttúrulega líka Reykjavíkurmaraþon núna og hægt að heita á hlaupara sem eru hlaupa fyrir UNICEF. Og síðan náttúrulega dagur Rauðanefsins bara 12. september og það þekkja örugglega allir það er náttúrulega við UNICEF og það er líka hægt að styrkja. Þannig að það er bara að gera að fara á unicef.is. Takk ykkur kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Takk. Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hér eftir augnablik.